Hver eru brýnustu viðfangsefnin ársins 2021? Björn Snæbjörnsson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og Einingariðju, er gestur í fyrsta þætti Landsbyggða. Björn, núna í upphafi ársins, það eru rúmlega 20.000 manns á atvinnuleysisskrá. Það hlýtur að vera mikið áhyggjuefni. Það er náttúrulega rosaleg staða og þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð áður í bara að svona margir skuli vera atvinnulausir, og þetta er náttúrulega þvílíkt bara það böl að missa vinnuna og bara það er ekki bara tekjutap eða þvílíku, heldur er það bara svona það að allt í einu verið í einhverju lausu lofti. Við til dæmis hjá verkalýðshreyfingunni innan Alþýðusambandsins þá hefur það verið núna baráttumál okkar að reyna að hækka atvinnuleysisbæturnar og að tryggja það að fólk fái lengri tíma sem sagt á svona meðallaunum út launatengingu og það tókst núna í að lengja það upp í 6 mánuði, það voru 3 mánuðir áður og við náðum smá áfanga með það að hækka atvinnuleysisbæturnar en ekki eins og við vildum, vegna þess að við teljum að þetta sé ástand sem var í stuttan tíma og það sé mikið atriði að verja fólkið fyrir þessum afleiðingum að þessum heimsfaraldri, vegna þess að þetta er vonandi ekki eitthvað sem er að koma bara ár eftir ár. Þannig að við höfum lagt mikla áherslu á það að reyna að vinna í þessu en höfum náð ákveðnum árangri en ekki eins og við reyndum að ná. En núna svona í upphafi ársins og viðfangsefni þá þessa árs að vinna á atvinnuleysinu, það hlýtur að vera eitt af bara stóru málunum. Það er það en sem betur fer að þá náttúrulega finnum maður strax þegar þetta bóluefni er komið og svona, þá finnum maður strax að það er svona jákvæður andi bæði gagnvart þeim sem eru atvinnulausir og eins gagnvart atvinnurekendum að þetta sé kannski svona, þetta sé tímabundið ástand. En það sem við náttúrulega erum að berjast fyrir og þurfum að halda áfram að berjast fyrir, það að reyna að verja þetta fólk þannig að það lendi ekki í sömu ógninni og þegar hrunið var fyrir mörgum árum síðan að menn taki öðruvísi á þessu og mér finnst nú reyndar að menn sé að gera það. Hvaða þættir eru það sem að verkalýðshreyfingin leggur ríka áherslu á þegar hún er að tala við stjórnvöld að bregðast við þessu öllu saman? Er það til dæmis að verðbólgan fari ekki á skrið? Já, það er náttúrulega eitt af þessum stóru atriðum og það kannski má segja það að lífskjarasamningurinn okkar sem við gerðum 2019 að hann náttúrulega var þannig að vaxtastig hefur lækkað og það er eitthvað sem að hefur komið rosalega mörgum til góða og var raunverulega grundvöllur fyrir því að þessi samningur var gerður að vextir myndir lækka, annars gátum við sagt samningunum upp og það hefur gengið eftir og það hefur munað marga mjög mikið. Og svo náttúrulega verðbólgan ef hún fer á stað, sem betur fer hefur hún ekki farið á stað og útlitið er ekki þannig, vegna þess að verðbólgan fyrir fólk sem og skattahækkanir fyrir fólk sem með lága tekjur er alveg bara svakalegt og þess vegna lífskjarasamningurinn sem slíkur sem var nú meginmarkmiðið var að ná að okkur hefur tekist að ná þeim svona meginmarkmiðum í þessum málum allavega. Verkalýðshreyfingin, hún hefur á undanförnum mánuðum kannski svona sérstaklega mjög kallað eftir því að við stjórnvöld að fá að koma að borðinu þegar stórar ákvarðanir eru teknar. Já, það náttúrulega var hluti af lífskjarasamningnum var náttúrulega samkomulag við stjórnvöld þar sem var tekið á mjög mörgum málum og þar sem stjórnvöld lofuðu að koma í framkvæmd og það eru mörg stór mál sem að hafa náðst í gegn, til dæmis fæðingarorlofið sem dæmi, það var eitt af þessum atriðum sem var samið og svo eru nokkur mál sem eru núna að fara inn í þingið, sem sagt þegar kemur núna aftur saman, sem er á þessum loforðalista sem skiptir launafólk mjög miklu máli og sem ég vona að verði þá á vorþinginu en það kannski má segja það að þetta hefur dregist pínlítið út af þessu ástandi sem í þjóðfélaginu en margt er komið að því og það er líka eitthvað sem að tryggir mönnum eins og til þess fæðingarorlofi sem er alveg stórkostlegt að vera búin að ná því upp í 12 mánuði. Þannig að þetta bara hefur svona, já, og margt á eftir að koma. En svona, það má alveg svona velta því fyrir sér og það heyrast þær raddir
raddir sem að spyrja á verkalýðshreyfingin að vera í svona almennri þjóðfélagsumræðu og skipta sér af pólitík? Já, þetta svolítið skiptar skoðanir þetta en ég tel og margir félagar minna sem að telja það að það sé algjörlega nauðsynlegt. Ég meina verkalýðshreyfingin sem með eins og bara Alþýðusambandið sem með 120.000 félagsmenn, það ekki smá mál að stjórnvöld sé að taka ákvarðanir eitthvað sem íþyngjandi fyrir fólk. Auðvitað viljum við taka þátt í þeirri umræðu, við viljum reyna að hafa áhrif á það sem að stjórnvöld að gera og ég meina, ég efast það að sé nokkur stjórnvöld sem í hvaða flokka sem við stjórn sem vilja fá verkalýðshreyfingunni upp á móti sér. Ég held að það mjög erfitt fyrir þá ríkisstjórn, þannig að við eigum að skipta okkur að þessu, við höfum náð árangri en við höldum áfram. En það ákveðin kúnst að skipta sér af landsmálum? Það það, en við erum auðvitað með hagsmuni okkar fólks að leiðarljósi þegar við förum í þessa umræður og beitum okkur þar sem að við getum beitt okkur til þess að ná sem mestu fram fyrir okkar félagsmenn. Stór áherslupunktur hjá verkalýðshreyfingunni á undanförnum árum sem kannski farin að bera ávöxtu svolítið núna, það eru húsnæðismálin. Jú, og Alþýðusambandið og BCB stofnuðu húsnæðisfélagið Bjarg sem núna að byggja 100 íbúða út allt land sem ódýrar leiguíbúðir og bara geta þess að fyrstu aðilarnir fluttu hér inn 1. nóvember hér á Akureyri í 4 íbúður og svo eru 28 íbúður sem núna 1. febrúar. Þannig að þetta komið líka hingað norður en þetta út allt land og þetta stórt mál fyrir okkur að gamla verkamannabústaðakerfið var eyðilagt á sínu tíma sem var fyrir frekar þá sem voru lágum launum og annað og þetta raunverulega byggjast upp aftur og það verkalýðshreyfingin sem stuðlar að þessu. Þegar þú ert í að tala við þína félagsmenn, húsnæðismálin, bera þau ofta á góma og mikið talað það að verkalýðshreyfingin eigi að beita sér á þessum vettvangi? Það mjög mikið og umræðan í til dæmis innan Starfsgreinasambandsins og Alþýðusambandsins, hún mjög á þessu, það að skaffa ódýrt húsnæði. Það sem sagt að auðvelda að setja skorður í sambandi við leigumarkað og svona ýmislegt. Þannig að húsnæðismál auðvitað einn stærsti þáttur í útgjöldum heimila það í sambandi húsnæði. Þannig að það væri skrítið ef við værum ekki á fullu því að reyna að ná því eins ódýr eins og hægt Tölum næst uppbyggingu verkalýðsfélaganna. Eru þau ekki alltaf mörg í landinu? Það má vel vera. Það og ég alveg klára því. Til dæmis þegar Starfsgreinasambandið var stofnað árið 2000, fyrir 20 árum síðan, þá voru félögin þar 36. Í dag eru þau 19. Þannig að á þessum 20 árum þá erum við búið að fækka 17 félög og ég held að framtíðin sé það að það muni enn fækka og ég tel að sé nauðsynlegt að fækka félögum vegna þess að svo raunverulega vinna og svo umgjörð sem að menn eru raunverulega í dag miklu fjölþættari heldur en þeir voru kannski hér áður að það sé nauðsynlegt að hafa stærri og sterkari félög. Þannig að þú sérð fram á sameiningu? Ég sé það á næstu árum að þá muni félögunum fækka. En þegar þið komið saman verkalýðsleiðtogarnir, verið að tala þetta svona í alvöru? Það oft talað að þurfa að gera þessar hluti en ég skal alveg viðurkenna það að oft mætti efndir vera eitthvað anda þeirra orða sem að menn tala Það engin launung af því að menn hafa mikinn áhuga á þessu. Ég hef sagt hér til dæmis í Eyjafjarðarsvæðinu, hér eigi bara að vera eitt stéttarfélag deildarskipt, þar sem að allir komi það myndi bæði að vera ódýrara fyrir að reka svona félag og við ættum geta betri þjónustu, en það hefur ekki verið hljómgrunur fyrir því, þannig að en ég sé þetta framtíðin hún mun gera þetta.
En það ekki bara verkalýðsleiðtogarnir sjálfir sem eru að hugsa sinn formannsstól? Heldur það spili eitthvað inn? Nei, ég held að það sé ekki. Ég þekki engan sem bara í þessu vegna þess að það sé einhver stóll eða eitthvað þvílíku. Menn eru í þessu vegna þess að þeir hafa mikinn áhuga á þessum málum. Þeir eru að berjast fyrir því að svona eitthvað réttlæti í sínum störfum. Þannig að ég sko, að vera formaður í stéttarfélagi ekki eitthvað starf. Það þarf að vera hugsjón og það þarf að vera eitthvað sem svona kraftur og bara að menn taki þetta sko, bara þetta áhugamálið, þetta vinnan og þetta allt. Þú hefur starfað mjög lengi að verkalýðsmálum, svona því að þegar þú horfir svolítið svona tilbaka starfsemin, hún hefur væntanlega tekið miklum breytingum. Hún hefur tekið rosalega miklum breytingum og öll þessi tækni sem að raunverulega hefur komið til viðbótar. Ég meina, þetta var, og það sem mér finnst vera bara það að mér finnst fólk vera raunverulega miklu svona opnara, jákvæðara, það neitt það sem meira aðstoðar, það vil meiri upplýsingar og það það ekkert nóg að halda einhvern aðalfund eða einhvern félagsfund, menn vilja fá þetta í nýju miðlum sem að eru í gangi, samfélagsmiðlar og hvað þetta heitir nú allt saman. Þannig að kröfurnar eru raunverulega miklu meiri frá félagsfólkinu heldur en var áður og það bara frábært. En hvað með bara breytingar sem að hafa orðið útlendinga til dæmis, þeir eru miklu fleiri. Þetta kallar á breytta þjónustu hjá ykkur, vera með allt efni á pólsku og svo framvegis? Já, ég held að sko, sem betur fer að þá hafa menn tekið þetta mjög alvarlega og hafa mjög margir hafa unnið þetta mjög vel. Þeir hafa verið það eru samningar, eru þýddir. Til dæmis núna aðalkjara samningur og samningur við veikna veitingahúsa. Það til dæmis komið á pólsku og ensku sem dæmi, heildarkjara samningurinn og mörg félög hafa búið til alls konar bæklinga. Ég menn það engin launung, einin gyðja með til dæmis svona starfsemi félagsins réttindin á 7 tungumálum sem við dreifum á vinnustaði og þeir sem að sinna útlendingum við erum með varla orðið og veitum vítt og breitt landið að menn haldi ekki fundi, vinnustaðafundi öðru sem að vera með túlka. Og ég hef mest verið með 3 túlka, sem sagt að túlka á vinnustaðafundi. Og ég meina þetta bara þjónusta. Félagsmennir að borga félagsgjaldið sitt til þess að fá þjónustu og félögin eiga þá að veita hana á þeim tungumálum sem að þetta fólk skilur. Hvað með svona útgreiðslu úr ýmsum sjóðum sem sagt veikinda og svo framvegis, þetta hefur stór aukist væntanlega á undanförnum árum? Já, til dæmis eins og sjúkrasjóðirnir sem að þar miklu meiri aðsókn. Sko það það sem að fólk að borga, að vera að borga af því gjöld til félagana. Fólkið á að nýta sér það sem það þarf, sem að það raunverulega eins og sjúkrasjóðum og annað. Ég meina það mjög margt sem að fólk stendur til boða og með meiri auglýsingum, með meiri svona fræðslu og annað, þá veit fólk meira þetta og það sækir í þetta. Það hefur aldrei verið önnur eins bara sjóðinu hjá okkur í einu gyðju, það hefur aldrei verið meira heldur en núna, útgreiðslur úr sjóðnum og bara flott. Þetta gert fyrir fólki til þess að nýta sér þetta. Fræðslusjóðirnir þessi menntastyrki sem hefur verið að gera, sem alveg bara, það svolítið bara æðisleg aukning þar og út allt land. Þannig að þetta fólkið farið að nýta sér þetta miklu meira. Það hefur líka félögin að fræða fólki meira þetta og reyna að koma skilaboðunum og frábært, það bara ánægðara félagsfólk. Hvernig gengur ykkur til dæmis að fá fólk til starfa innan félagsins þegar verið að gera kröfugerð og svo framvegis, trúnaðamenn? Hvernig gengur? Þetta gengur mjög vel. Við erum með bara sem sagt að vítt og breitt náttúrulega öflugt trúnaðarkerfi hjá félögunum, vítt og breitt eins og Eina Starfsgreinasambandsins. Einnig gyðja með 140 trúnaðarmenn á þessum vinnustöðum sem mjög hátt hlutfall og þetta alveg frábært hvað trúnaðarmennir eru öflugir og til dæmis í þessu ástandi eins og núna búið að vera í þessu COVID-tæmi að þeir hafa sýnt því líka hvernig hafa tekist inn í það, við höfum ekki getað komið á staðina og eitthvað svona,
Þetta er gullsígildi bæði fyrir félagsmanninn og fyrir okkur að hafa svo góða trúnaðarmenn. Undirbúa kjarasamning og annað. Það tóku á 3.000 manns hjá Einingu Iðju og ég veit að öll önnur félög innan Starfsgreinasambandsins voru með mjög víðtæka svona kannanir á vinnustöðunum og annað. Þannig að við vorum með til dæmis Einingu Iðju á 3.000 manns sem tók með einhverjum hætti þátt í undirbúning að kröfugerð varðandi síðustu kjarasamninga. Og ég segi bara að mér fannst það bara frábært. En að vera til dæmis trúnaðarmaður á vinnustað í fámenninu, þar sem allir þekkja alla, þetta getur ofta tíðum verið svolítið snúið. Auðvitað getur það verið snúið og þá náttúrulega komum við meira inn í þessa hluti. Ég meina, trúnaðarmennir hafa mikið samband, þeir eru ekki einur á báti í þeirri vinnu sem þeir eru. Félagið alltaf á bakvið og félagið kemur inn í þetta og hjálpar þeim. Og stundum það bara þannig að við þurfum að koma inn í hlutina. Trúnaðarmaður kannski treysti sér ekki að fara í hlutina. Þá bara erum við til staðar, starfsmenn félagsins, til þess að taka á því og þannig. Þannig að það ekkert svo erfitt sem slíkt. En sem frábært að við höfum að fólk til trúnaðarstarfa hjá okkur eins og í trúnaðarmenn og fleira. Það yfirleitt aldrei vandamál. Meiri harka núna heldur var svona á árum áður þegar eru verkföll og eitthvað sem þarf að leysa á vinnustöðum? Ég held að sé ekkert meiri harka en núna, þetta svolítið öðruvísi. Málið það að í mínum huga það að fólk, sem sagt trúnaðarmenn og við og fleiri, við erum sem sagt að reyna að lempa öll mál á svona rólegri nótum og reyna að ná árangri. Og okkur hefur gengið það ágætlega. Trúnaðarmenn hafa oft náð fram, við höfum náð fram, en stundum þurfum við hörku og þá sýnum við hana bara. Það bara þannig? Það bara þannig. Þá bara lögfræðingar og annað ef hlutirnir ekki, við náum ekki sáttum, þá bætum við bara þeirri hörku sem við þurfum. Eining Iðja og fleiri austfirðingar, þið hafið látið gera fyrir ykkur Gallup-kannanir í nokkuð mörg ár, núna liggur ný Gallup-kannun fyrir, launamálinni, hvað hinn venjulegu maður í Einingu Iðju með í launamánuði? Þetta er 10 ár, þetta er 10 ár núna sem við byrjum á þessu. Heildarlaun út af þessari könnun núna sem var að vera birta nú rétt fyrir jól eða jólin og komin á net hjá okkur, að heildarlaun að meðaltali 545.000 krónur meðaltal. Karlmennir eru með 575.000 en konurnar með 510.000 semst í heildarlaun. Dagvinnulaunin eru 427.000 að meðaltali meðan að karlarnir með 440 og konurnar með 413. Akkur þessi munur? Það nú get ég sem ekki alveg svara því akkur þessi munur en hann að minnka og til dæmis líka sjáum við það að kynbundinn launamunur hefur aldrei verið lægri heldur en núna út af þessari könnun, ekki nema 1,7% og það það lægsta sem við höfum verið með í kringum kannski 8, 9, 10% áður en nú fer hann niður í 1,7 og við vitum ekki alveg nákvæmlega af hverju það en við vonum að þetta sé bara staðreynd. En þessi könnun sem þá núna sem alveg glæný, hún var þá væntanlega gerð svona á einhverjum svona haustmánuðum þegar COVID-ið alveg í fullum gangi. Hvað svona, ég spurði þið eitthvað til dæmis út í svona vinnutíman, hafði COVID þau áhrif að vinnutími styttist eitthvað eða minni yfirvinna til dæmis? Vinnutíminn, heildar vinnutími fólks var í fyrra 45 tímar á viku en fara niður í 43. Þannig að það minnkun, könnunin gerð í september og október og þetta það þýðir það rúmlega 2 tímum minna að meðaltali á viku sem að fólk vinnur núna heldur en að gerði fyrir ári síðan. Skrifið það á COVID-ið? Já, það einhverju leyti og ég býst við að það sé megin ástæðan fyrir því. Þetta hefur verið mjög svipað í gegnum árin, þessi heildar vinnutími. Hann hefur verið hálfu tími til eða frá. Þannig að þetta raunverulega mesta frávikið sem hefur verið á þessum 10 árum. Hvaða hópar eru það sem eru með mestu yfirvinna? Það bílstjórar eða eitthvað svona? Já, það eru bílstjórar, tækjamenn, þetta mér minnir að hafi verið ég man ekki það var spurt og þá minnir mig það að það var alveg hellingur sem var með yfir 50 tíma á meðaltal á viku.
það voru það aðalega þessi sem voru bílstjórar, tækjamenn í framleiðslu svona eins og hérna iðnaði og svona fleira. Það svona lífskjara samningurinn, hann hvað svona í kringum 2 ára eitthvað svoleiðis. Könnuðu þið svona hvernig fólk hefur það svona peningalega, hvernig peningastaðan hjá fólki? Sko það sem við spyrjum alltaf, það við spyrjum fjárhagsáhyggjur. Og það sem gerist núna það að það eru svona 10-12% fleiri sem eru ekki með áhyggjur og það fer niður 15% þeir sem voru með miklar áhyggjur. Þannig að það mikil jákvæðni sem sagt í því og líka á sama tíma að þá eru miklu fleiri sem eru ánægðari með eða frekar eða mikið ánægðari með launin sín heldur þeir sem eru óánægðir. Það munar svona eiginlega 10-12% það sem þar munur. Þannig að það bæði kemur ljós að menn hafa minni peninga áhyggjur og líka það að menn eru sáttari við launin og ég vil meina það að þessi hækkun, sem sagt ekstra hækkun á taxtana, að það sé að skila sér inn í þessari kannski aðeins meiri ánægju heldur en var. Svo launin þau hækkuðu núna áramótin, það ekki? Jú, núna hækka sem sagt almenn laun sem ekki eru taxtar 5.750 en taxtahækkan eru 24.000. En þessi þróun sem að þú ert að lýsa að fjárhagsáhyggjur fólks séu ekki eins víðtækar, skrifarðu það sem sagt á lífskjara samningin? Ég vil meina það að það sem við í Starfsgreinasambandinu vorum að berjast raunverulega fyrir var það að fá sérstakar hækkanir á taxtafólkið. Það náðist og ég tel að það sé að skila sér. Það svona í farvatninu, Björn, það aðalfundur í uppsiglingu hjá ykkur og þá sem sagt stjórnarkjör, það hvað kosið til 2 ára, eða það ekki? Hvað segir Björn Snæbjörnsson, ertu búinn að gera upp þinn hug hvað þú ætlar að gera? Já, ég tilkynnti stjórninu það, ég hefði áhuga á því að vera 1 kjörtímabil í viðbót og mun segja uppstillingarnefndinu það. Hvenær verður kosið? Það er nú sem sagt þetta verið í febrúarmánuði þar sem að trúnaðarráðið stillir upp lista og svo auglýst þetta öðrum listum, þannig að það er ekkert inn í febrúar. En einhver kann nú að segja, Björn, eða spyrja, er ekki bara komið gott hjá þér? Jú, ég alveg viss það að vera ýmsir sem gera það. Ég meina, við erum búin að koma okkur upp mjög góðum, sem sagt það er mikil ánægja með það starf sem við erum að gera í félaginu og mér langar til að vera í 2 ára viðbót. Hvað segja skoðanakannanir einmitt starfsemi félagsins? Já, það sem núna höfum aldrei fengið betri niðurstöður út úr könnuninum það hvert að menn vera ánægja með félagið. Það nú ekki nema 1,8% sem voru ósáttir eða frekar ósáttir með félagið og þjónustan var á svipuðum nótum og það eru sem sagt yfir 80% sem eru mjög ánægja með félagið sem slíkt. Og við spurðum líka því hvert að mönnum finnst félagi vera að vinna vinnuna sína, við getum kallað það þannig. Og þar voru 80% sem að sögðust að væri vel eða annað og það voru 4% sem að töldu við varum ekki að sinna vinnun okkar. Aðrir voru svona hlutlausir eins og sem ekki þannig ekki neikvætt. Þannig að mér finnst við verum að sem sagt trúnaðarmennir, stjórnin, starfsmennir og bara að fá mjög góða niðurstöðu og eins og ég sagði áðan, mér langar til að fylgja þess eftir í 2 ára viðbót. Og byggja félagið áfram upp. Hvaða mál, svona stóru mál, sérð þú fyrir þér að verði þá á næstu 2 árum? Hver eru stóru málin? Sko, ég held að stærsta máli núna og árinu 2021 að byggja upp aftur eftir þetta COVID. Og ég held að það sé kannski sú reynsla og þekking sem maður hefur hlotið gegnum árin að það sé gott vegna það hafi verið að byggja upp atvinnulífið aftur, við erum að byggja upp sem sagt vinnuna gagnvart sem sagt vinnustöðunum og ýmislegt annað. Við þurfum maður að koma inn í leið að maður fær að heimsækja vinnustæðina, þá náttúrulega munum við fara í það og reyna að byggja upp aftur svona þetta samband sem hefur svolítið kannski minnkað. Ég átti von á reyndar að fá verið útkomi út úr þessu einhver sagði vinsældakönnun vegna þessara ástands að við erum búin að vera með lokaða skrifstofu í 2 eða 3 mánuði og veitt eingöngu þjónustu í gegnum síma og tölvupóst og eitthvað svona. En bara ég held að byggja þetta upp
og byggja upp þjónustu ná til fólks og við höfum sérstaklega gagnvart útlendingum. Við erum með nýjan starfsmann sem mun sinna svolítið þeim málum að reyna að ná betri inn í það að hópa og svo munum við efla vinnustaðaeftirlit og fleira þegar við höfum tækifæri til að fara inn á vinnustaðina. Þannig að ég svona með bóluefninu og öllu þessu og þegar það verður svona, fjöldatakmarkunum verður aflétt, þannig að starfsemin hjá ykkur, hún svona, fer vonandi að komast aftur í eðlilegt horf. Ég bara bíð eftir því að fá að fara inn á vinnustaðina og spjalla við fólkið og finna, en við gerðum líka eitt sem að því að okkur fannst svona vera að við héldum 15 fundi, Zoom-fundi með trúnaðarmönnum, 140 trúnaðarmönnum félagsins bara til þess að núna í nóvember til þess að bara vita hvernig andið væri á staðnum, hvernig mönnum liði og hvert að væri vandamál og annað og við náðum 125 trúnaðarmönnum aðeins 140 á þessa fundi sem að voru frábærir og held báðum aðilum bæði okkur og trúnaðarmönnunum til gagns og svo eru aukafundir með Zoom núna endalaust í þessu. En að vera formaður í svona stóru félagi, það kallar á mikil samskipti og líka við vinnuveitendur. Hvernig eru til dæmis samskipti Björns Snæbjörnssonar við, eigum að segja, Samherja sem er mjög stór vinnuveitandi á svæðinu? Það bara gengið ágætlega. Ég meina, ég segi það að sko, að við flesta atvinnurekendur hér á Eyjafjarðarsvæðinu hefur gengið vel. Það er alltaf einn og einn, en í sko 95 til 97% eða 97, 8, 9% er þetta í góð samskipti, það er alltaf eitt og eitt. Við reynum alltaf að leysa málin og það er engin, eins og nefndi þarna Samherja, það hefur gengið mjög vel. Við leysum bara málinu að koma upp, alveg svo öllum öðrum vinnustöðum. Hefurðu lesið yfir Þorsteini Má? Við höfum ekki alltaf verið sammála en hann er að gera sitt og ég er að gera mitt. Og það er skilningur á því? Já. En þú sem sagt svona samantekið Björn Snæbjörnsson, ég býður þig fram til formennsku til næstu 2 ára. Ég geri það, já. Björn Snæbjörnsson, þakka þér fyrir komin á gangið vel. Já, takk.